Það eru kjaramálin, það er búið að semja við, ég held að sé talað 80% af hinum almenna markaði, eftir sitja 20% sem Efling, en síðan bíða opinberir starfsmenn og þeir eru í ýmsum félögum, en BSRB er stórt samband félaga og Sonja Ýr Þorbjörnsdóttir komin hingað. Hvað er það sem að BSRB vill fá út úr komandi samningum? Já, þannig að alltaf svona, eins og nefndir, það er búið að semja fyrir þriðjung vinnumarkaðar, það er að segja 80% á almennu vinnumarkaði og af því þar var gerðu skammtímasamningur, þá var eitthvað svona fljótt gert ljóst að ríki og sveitafélög var að stefna í sömu átt. Og tróða þessu upp á ykkur. Já, og við höfum svona tekið ágætlega í því, þó með þeim fyrirvara að við erum búin að vera í vinnu sem að heitir jöfnun launa milli markaða síðan 2016 og það væri forsenda þess að skrifa undir kjarasamninga væri að þessari vinnu myndi ljúka, hún myndi klárast, það væri ekki haldið áfram að draga lappirnar eins og hefur verið gerið síðustu ár. Það er að segja til þess að því að stjórnvöld gera ansi margt til þess að komast fram hjá því að efna þetta loforð og raunverulega til þess að auka þungarn okkar þá er sko bæði öll aðildarfélögin að BSRB búin að taka sér saman og fela BSRB samningsumboðið og svo erum við í samstarfi líka með BHM og KÍ. Þannig að við erum að funda sameiginlega með ríki og sveitafélögunum til þess að svona koma okkar áherslum vel á framfæri. Leiðrétting þýðir hækkun og hvað eru þá að tala um? Hvað þarf að hækka opinbera markaði mikið til þess að hann verði til jafns við almenna markaðin? Það er, var gerð greining fyrir nokkrum árum og núna er verið að bíða eftir nýjum tölum en þá var sko að meðaltali munurinn milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins 16,8%, það er að segja, lægri laun á opinberu vinnumarkaði. En það er misjafnt eftir stéttum og það sem við sjáum líka mjög skýrt í þessum tölum er að þó að kannski stéttir sem að geta fært sig á milli markaða séu á lægri launum, það er samt enn lægri laun hjá því sem að er kallað innkeypisstéttir. Það er að segja stéttir sem eru bara með einn atvinnurekanda og geta ekkert verið að fara á milli markaðana. Þá erum við að tala um fólk eins og í heilbrigðisstéttum og menntakerfinu og félagsþjónustunni og svo framvegis. Þannig að það eru svona já, þú veist, ef maður horfir eftir stéttunum hver eiga mest inni, þú veist, að þá liggur svona þunginn þar. Og hafið þið trú á því að þið fáið 6,75% hækkun sem að iðnaðarmenn og VR fengu og 10% hækkunina sem að má reikna hækkun starfsgreinasambandsins upp á pluss 16,7%. Við gerum ráð, og það er ekki komið að þeim staðin þá í viðræðunum, en við gerum ráð fyrir okkur verði boðin VR og iðnaðarmannasamningurinn. Það sem gerðist þetta í síðustu kjarasamningum að þá var aftur þetta almenni vinnumarkaðurinn hefði sett tóninn og þið bara gjörðu svo vel að taka þessu en þá var samið út frá taxtalaunum og út frá markaðslaunum og kannski fyrir fólk að skilja að taxtalaunin bara þá tekur bara laun eftir kjarasamningi en í markaðslauna þá ertu svona ofta að semja sjálfur og færð þá eitthvað umfram það en allir opinberir starfsmenn meira og minna eru á taxtalaunum. Og það sem þau gerðu í síðustu kjarasamningum atvinnurekendur var að þau einhvern veginn viðurkenndu ekki þessa staðreynd. Þannig að við höfum líka vonað því að það verði slagur hvað þetta varðar af því að þó það sé ekki svona nákvæmlega sama módeli núna á almenna vinnumarkaðnum þá er samt munur á milli þeirra sem eru á taxtalaunum sem eru að stóru hluta til eins og þau í starfsgreinasambandinu en svo eru þá verið að horfa til markaðslaunina þegar verið að semja 6,75 í VR-samningunum og iðnaðarmanna. Þannig að við erum að segja þú veist það er ekki hægt að heimfara þetta módel upp á okkur þegar fólk hefur ekki þetta svigrúm til að semja launin sín. Þið myndu vilja fá prósentuhækkunina sem að má reikna á lægri taxta starfsgreinasambandsins upp eftir línunni út af með þessu rökum. Já, þú veist og það er auðvitað aðalatriði er að horfa til þess að við sem að tryggja kaupmátt okkar fólks. Síðasta launahækkunni og þeim var út af hávaxtaraukanum í apríl og síðasta ári og við erum núna í ástandu þar sem uppsöfnun verðbólga er 10%. Það þarf einhvern veginn að vera lágmarksviðmiðið. Þannig að 6,75% ganga ekki. Það er oflítið. Þið þurfum allavega upp í 10% til þess að tryggja tryggingu launana og þá er það sem þú byrjar á að tala sem er leiðrétting á milli markaða út af borðinu. Svo er þetta eru 2 aðskilin verkefni en við gerum ráð fyrir að atvinnurekendur auðvitað vilji blanda þessu saman. Þú veist, ef að þau telja sig vera að gera vel í jöfnu launa þá er það að hafa áhrif á kröfur okkar varðandi hitt. En það er ekki það við höfum svo sem alveg sagt, við erum til í að horfa á þetta módel sem var samið almenna vinnumarkaðinn. Það þarf að aðlaga opinberu vinnumarkaði vegna þessa út af þessum mun sem ég var að nefna, að fólk er á taxtalaunum.
En það verður ólíklega gert í skammtímasamningi, eða ekki? Bara við spyrjum að leikslokum. Já, en ekki, þegar að starfsgreinasambandið samdi, að þá var sagt að Vilhjálmur Birgisson sagði að ég verði að fara með hækkaninnar allar, fá þær strax og fara með það til fólksins því að það verður að fá þær til þess að mæta kaupmáttaskerðingu verðbólgunnar núna. Er ekki sami þrýstingur á ykkur að skila bara þeirri hækkun sem að þið getið fengið strax og fara svo strax að undirbúa langtímasamning sem að tæki gildi þá að ári? Jú, þetta er auðvitað ótrúlega langur tími, eins og ég nefndi, síðustu launahækkanir voru í apríl og það var hagvextaraukin, þannig að hafa nú kannski ekki svona mikil búbót á þeim tíma, en þó eitthvað. Þið fengu hann? Já, af því það var samið það er sambarlegt og opinberu vinnumarkaði. En það sem við finnum auðvitað líka núna er að atvinnurekendur að nýta sér þetta sér í hag. Það er að segja að við auðvitað teljum brýnt að við semjum hratt og vel til þess að launahækkanirnar skili sér til fólks af því að það er ekki endum saman og á ekki fyrir nauðsynja vörum, en mér finnst það, já, ég veit ekki hvað orðið á að nota, en svona... Þetta er alltaf klemma sem að fyrirtækjaeigendur hafa sett verkalýðsfélögin í. Já, en sem er samt ótrúlegt, en maður horfir til þess að hverjir vilja búa til verðmætin innan þessara stofnana eða fyrirtækja og svo framvegis. Þú getur ekki fara að nota það sem eitthvað svona útspil í leik, þú veist, eins og þetta sé eitthvað slönguspil eða eitthvað álíka, þetta er fólk og þetta er lífsviðurvæðir þeirra og fjölskyldna þeirra, þannig að þú veist, mér finnst þessi gamli bragur oft á kjarasamningsviðræðum það sem er eitthvað svona tóg eins og við séum svona frekir krakkar í sandkassanum, launafólksmegin og atvinnurekendur séu ósannlega ábyrgir, þú veist, það þarf að snúast við þessu umræða. Halldór Benjamín mætir í fréttir og segist að gæta hagsmunum samfélagsins. Já, hann tekur sér ofta stöðu að svona tala fyrir hönd launafólks. Það hefur fylgt honum. En líklegast, ef ég maður ráði í þetta, er að þið semjið eitthvað svona sirka á nótum iðnaðarmanna og affer og gegn einhverju loforði að strax verði hafin vinna við lengri samninga. Þannig að þið farið starfsgreina sambandsvegin, ekki veg eflingar. Þú veist, það hefur ekki verið krafan í okkar fólki. Það hefur verið svona krafan þá, en svo eru þetta verið svolítið að sjá hvað gerist á almennum vinnumarkaði. Það eru svona býsna mikið launadreifing innan BSRB, við erum fólk á allra lægstu laununum og stóra hópa þar, en svo er líka meðaltekjuhóparnir ágætlega stórir, alltaf mjög fáir sem eru í einhverjum hærri svona launaflokkum. Þannig að við erum alltaf líka reyna að ná utan um breiddina og þess vegna er þessi krafa að tryggja kaupmáttin hjá fólki. Það hins vegar að því að stundum hefur verið rifist það hvort að svigrúmi sé verið að færa svigrúmi, en það er náttúrulega líka mismundi kostnaðamat á milli kjarasamninga, annars er SGS-samningsins eða síðan VR og iðnaðarmanna. Þannig að það er líka eitthvað sem þarf að horfa til. Hvernig líst þér á kjarabaráttu Eflingar? Við fjöllum svolítið hana mikið á við Rauðaborðið. Fylgjum spennt með? Já, ég var einmitt að hlusta á okkur áðan og ég er sammála því að mér finnst að spjótinni er beinast núna að atvinnurekendum og það er að ræða það betur og auðvitað gerist það síðan líka í framhaldinu. Þetta er kannski svona típist moment í kjarabaráttunni þegar það er verið að skipuleggja verkfallsaðgerðir að þá kannski fer meira fyrir atvinnurekendum og svo þegar atkvæðagreiðslunni er lokið að þá svona nær aftur verkalýðshreyfingin undir tökunum í umræðinni. En eins og því var að nefna á það, mér finnst þetta er eiginlega ótrúlega orðræða af því að við erum að ræða fólk og hvort að ná endum saman og við vitum það bara út frá rannsóknum að það er þriðjungur heimila sem er erfitt með að ná endum saman og 52% einstæðra foreldra og svo eru alltaf þessi krafa hvað ætlum við að gera til þess að tryggja bara lífskeiði fólks hér á landi og það er einhvern veginn hefur hallað svolítið þessu umræða í þá áttina eins og það er allavega ekki hægt að líkja saman hagsmunum fólks og einstaklinga sem er bara að draga fram lífið eða fyrirtækja sem hefur allt önnur úrræði til þess að bregðast við og fyrir utan alltaf eins og þið nefndu hagnaðinn og eru þá líka að fá tjóni bætt. Mér finnst líka að verið svolítið fyrirferða mikið í umræðinni og margir tekið því bara sem sjálfgefnum hlut að þessa hótar því að þau fá ekki afturvirknina á launahækkunum. Það er ekkert, það er samningsatriði. Það verður, ég meina Efling hefur sagt það mjög skýrt að þau mun ekki ganga frá kjarasamningunum að þetta sé liður í því og þetta er mjög algeng hótun og það gleymast svolítið umræðinni og síðan ég vil bara
sem er innhaldslaus og stenst ekki. Já, það er svona reynslan sýnir það. Þeim sem látið hanga í loftinu eins og sé eitthvað, þó að kannski allir ætti að vita, svo er ekki. Já, og því miður, þá einkennir það náttúrulega oft kjarasamningsviðræður að það eru, hótanir og kannski að báða bóa, en það er ekki, það er svo mikill aðstöðumunur að það er í lagi að kýla upp fyrir sig en ekki niður fyrir sig. Já, það mætti fjalla meira kjör láglaunafólks og líka bara kannski kostnað samfélagsins af því sem er að fólk fer fyrir á örorku vegna það er bara slitið af því að vinna marga vinnur því að fólki náttúrulega situr upp í þá stöðu að það full vinna dugar ekki fyrir framfærslu. Þannig þá hefur annarkort svelturu og svelti börniðin eða þú vinnur meira og klípur þá annarkort á svefntímaðinum eða frítíma með fjölskyldunni og þetta hefur mikil áhrif á fólk fyrir utan náttúrulega bara afkomu, kvíðin og annað slíkt. Þannig að og við sjáum það, kannanir Gallup frá hruninu 2008 að fjárhagsáhyggjur það sjöfalda líkurnar á kulnun og svo er ný rannsókn núna líka frá Vörðu sem hefur verið að skoða stöðu launafólks og ég mitt verið að benda á það gegnum tíðina sem rímar við það sem í lífskjararannsókn Hagstofunnar, hversu margir er upp með að endum saman og sem munur á milli hópa, einstæði foreldrar og fólk af erlendum uppruna og svo framvegis, að þá eru mjög sterk tengsl og það er mikill áhættu þáttur svona fjárhagsstrengingar og það segja að þú náir ekki endum saman á þunglindi og kvíða. Þannig eins og þú segir, það eru heilsufarslegar afleiðingar og þá er mitt spurningin, hver er kostnaðan því ekki bara núna heldur til langtíma? Þá er það fyrirtæki sem eru að varpa þessum byrðum bara yfir á samfélagið sem að verða til út af lágum launum sem fyrirtæki borga til þess að maður geti alltaf fram til þess að geta borgað eigandi sínum meiri arð. Og þá velti ég aðeins fyrir mér eins og núna bara í þessari kjarabaráttu sem er í gangi. Þetta var framlag stjórnvalda til kjarasamningar sem hafa verið gerðir og þau tala væntanlega þannig að þessi bara inn í almenna vinnumarkaða. Eru þetta tillögur varðandi húsnæðismál og sömuleiðis breytingar á barnabótakerfinu. En eins og núna, þegar ég meina í síðustu kjarasamningum og þá voru skattbreytingar og það var svona meira sem var gripið til og kannski eðlilega í ljósi þess að var lengri samningur sem var undir. En ef að fólk myndi vilja leggja allt á sig til þess að leysa þessa deilu, þá er líka hægt að horfa til þess hvað stjórnvöld getur gert til þess að létta fólki byrðarnar. Og þá myndum við kannski líka ná þessu jafnræði sem hefur verið svolítið deila höfuðborgarsvæðið versus landsbyggðin. Er þetta ekki ástæða fyrir því hvað niðurstaðan að við sýtum enda í skammtímasamningum, hvað það er eiginlega sorglegt? Því að ef það væri saminu verkefnishreyfing að fara kannski að semja til lengri tíma, þá er þetta að leggja þetta allt á borðið, skattkerfið, bótakerfin og einhverja svona aðgerðir raunverulega til þess að bæta kjör fólks með öðrum hætti heldur en að hækka bara laun. Jú, að sjálfsögðu og ég meina það hefur alltaf áhrif á niðurstöðu kjarasamninga þegar hreyfingin er sundruð. Það er bara því miður þannig. Þannig að kannski ef við tökum svona bjartsýnina að leiðarljósi þá getur mögulega þessi niðurstöða letti þess að fólk þjappir sér betur saman. Við getum bara vonað eftir því, vonast eftir því. Herðu, ég ætla að fá hana Steinunni Þorvaldsdóttur sem er formaður læknafélagsins eftir. Þar er endalaus varnarbarátta heilbrigðiskerfið og ég get líka fengið formann kennarasambandsins og það verður það sama. Það er endalaus varnarbarátta fyrir þessi stóru kerfi okkar. Hver er afstaða BSRB gagnvart sveltistefnu stjórnvalda sem að hægt og bítandi eða hefur haldið þessum stóru kerfum okkar svo lengi niðri og kjörum starfsfólksins sem vinnur það, en líka svo lengi niðri að kannski kerfin er mikið byrjað að láta á sjá og geta þeirra til þess að bregðast við og búa til eitthvað nýtt er alltaf að vera minna og minni og svo er óendanlega sorglegt að hlusta á fólk sem að hefur menntast til að starfa í þessum kerfum en er að gefast upp vegna þess að því er eiginlega meinað að sinna vinnu sinni bara með sóma. Við höfum verið mikill í varnarbaráttu, kannski sérstaklega fyrir heilbrigðiskerfið, af því að við sjáum mikla áhættu á því að það sé verið að horfa til aukinnar einkavæðingar eins og hefur verið gerast á undanförnum árum og höfum fengið til landsins erlenda sérfræðinga í samstarfi við ASÍ, að þegar við erum að benda á að fordæmin úr öðrum löndum sýna að
þetta auðvitað bara hólar undan kerfinu og svo auðvitað hitt að það búið að vera fjársvelti frá því fyrir hrun. Þetta ekki einu sinni bara hrun tengt. Heldur þetta búið að vera í áratugi og þá kannski ekki skrítið að þessi komin upp svo stað að einhverju trúi því að það geti jafnvel borgað sig að einkavæða þá verið þjónustan betri. En það gleymist oft í þeirri umræði að það er alltaf því opinbera sem greiðir, þú veist, þó að þjónustan sé einkavædd. Og þá spurning, hvernig ætlum við að tryggja sem best að stjórnvöld hafi sko yfirsýnina, yfir kerfin, hvernig við erum að veita sem besta þjónustu og hafi líka eftirfylgnina, af því þetta raunverulega þríþætt, þú veist, það auðvitað að tryggja lýðheilsuna sem ábyrgð stjórnvalda og maður átti að segja alveg á hvernig myndi fara ef við værum einhvern veginn bara með einkavæðinguna undir og sömuleiðis auðvitað að gera það besta fyrir fólk í þjónustunni, heilbrigðisþjónustunni og svo það eftirfylgnin. Og þá spurningin sko tókst þetta á milli þessara ólíku markmiða og svo auðvitað hefur við gert svona býsna margt til þess að vekja athygli á áhrifum fjársveltisins en skýrasta dæmi sem blasir náttúrulega núna bara við að það ekki hægt að halda uppi tiltekinu þjónustu því það fæst ekki fólk til þess að starfa þar og fólk ekki bara að benda á launin þó þessu vissilega mikilvæg og það sé yfirleitt efst á dagskrá og það auðvitað alveg ljóst með að við allar rannsóknir að það helst kvennastéttirnar, þessar stóru stéttir hjá henni opinbera sem með lægri laun heldur allir aðrir á vinnumarkaða því það er bara kerfisbundi vanmat á störnum þeirra en líka eins og þau nefnir þetta álag sem að leiða til kulnunar. Stærstu hóparnir sem leita til virk mitt úr mentastéttinni, úr heilbrigðiskerfinu, fólk sem að vinna í nánum persónlegum samskiptum við annað fólk að gefa af sér og þetta hugtak hefur verið kallað ástakraftur sem að kannski ekki allir búin að temja sér. En þannig að núna, þú veist, þetta eiginlega orðið svona jafn hátt á kröfulistanum. Það verður ekki nægilegt, bara hækka launin, þó að það sé vissulega stórliður í baráttunni og við séum svona vonandi að sjá einhverja framþróun þar á næstu mánuðum. En hitt hvað ætlar að gera þess að tryggja fólki líði vel? Og eitt svona lítið atriði sem að hefur komið fram eins og hjá okkar fólki eins og sjúkraliðum sérstaklega að það orðið þannig að það náttúrulega ekkit, þú veist, fólk býður ekki einu svona eitthvað sem sjálfsagt sem það þarf á að halda í vinnunni, af því að það bara sjálft orðið svo vant þessu fjársvelti. Og það var gert á einu vinnustað og það gjörbreytti bara því hvernig fólki leið, af því að það fekk bara þann aðbúnaði að þau tæki sem þau þurfti á staðnum og þetta auðvitað líka oft flýti fyrir þjónustun og svo framvegis. Þetta einkenni á kjarabaráttu þessara stétta úr þessum stóru kerfum. Allstaðar, Bandaríkjunum, Breitlandi, það kröfur hækkun launa, en oft bara, það meiri áherslu á því að bæta aðbúnaðinn, styrkja kerfin, hafa einhver völd og áhrif með þróun kerfana, sem oft fólki inn í kerfunum upplifa að það séu teknar einhver ákvarðanir langt í burtu byggðar á einhverjum McKinsey skýslum, þannig að kerfið á leiðin eitthvað sem engin skilur á hverju það að fara þangað. Þannig að þetta oft einkennir kjarabaráttuna. Þetta líka svolítið vanmat á þekkingu fólks sem auðvitað sérfræðingar í sínu alveg saman hvort þau sem á háskólamenntun eða ekki. Þau hafa reynslu af þessu, þau vita best hvað vantar upp á og eru þannig að hjálpa til. Og svo þetta þar fyrir utan ef við værum komin á okkur betri stað væri nýsköpunin. Þú veist að væri hægt að finna leiðir til þess að flýta fyrir sér. En á móti kemur að líka sem að hefur komið fram í rannsóknum að þú getur kulnað því að hafa ekki nægilega mikinn tíma til þess að sinna fólki og það stóra atriði að fólk upplifir sig svona almennt að það hafi ekki tíma til þess að raunverulega hlusta á fólk og fylgja því eftir og við erum líka með rannsóknir sem sýna ef að það voru tekin dæmi lækna þeir hefði einhverju nokkrum mínútum meira með hverjum einu sjúklingi þá væri ólíklega að viðkomandi kæma aftur þannig að þetta sparnaður. Þannig að eins og það sparnaður að eyða. Já, svona eldri verkalýðsforkólskonur í ævisögunni þeirra finnst mér að tala Excel-kallana og ég svolítið sammála þeim. Þú veist, þetta fólk, eins og þú segir, sem mjög langt frá og hefur ekki gengið í gegnum þessi skrif og hefur ekki þessa reynslu af að sinna daglegri starfsemi. Ég held að sé ákveðin tilhneiging í að flytja ákvarðanir sem lengst í burtu. Af því að þar ferðu svona, við viljum kalla bara grimmar ákvarðanir. Það auðveldra að segja að við erum bara að hafa 15% niðurskurð á starfsaflinu. Þú veist, við verðum bara að neita, það svo auðvitað að gera það út í langt í burtu. En því nær sem hún kemur að þau erfiðar að taka svona ákvarðanir. En svo líka áhugavert, ef maður skoðar bæði það sem hafa verið kannana sem hefur verið að spurja fólk
þú veist, hvað myndur telja að væri nægilegt þess og væri sátt eða sáttur við launin þín eða varðandi aðbúnað eða starfsálag og svo framvegis. Fólk er ekki eins að biðja það mikið, sko. Sérst á kröfugerð Eflingar. Já. Það er fólk eiginlega, þú veist, það fer ekki upp fyrir fátæktarmörk. Nei, og það er kannski líka fyrst með stóri vandi sem stöndum frammi fyrir. Það er búið að þrengja svo að öllum sjónarmiðum velferð og velsæld, þú veist, það er meira fókus á bara hagnað og þú veist, öll þessi sem eru svona meira fyrirtækjamiðuð að það er eins og fólk sé svona fast inn í ramma og það átti sig ekki að við þurfum á splundrónum. Við erum bara að hugsa þetta allt upp á nýtt. Ok, herðu, hún ætlar að koma hérna hún Steinu Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins og ég ætla að tala við hana svona niðurbrót heilbrigðiskerfisins eða einhverju leyti. Má ég byrja að vera hérna áfram og taka þátt í samtalinu? Já, takk.